Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur. Í liðnum mánuði þá tókum við fyrir í bókaklúbbi Spursmála bókina Líf á jörðin okkar. Þar sem við verðum að fjalla veðurfarsbreytingar, náttúrufar og áhrif mannsins á þetta allt saman. Ég kveð þig hér til fundar við mig vegna þess að ég vildi ekki aðeins fá mann sem að hefði áhuga á þessu efni heldur líka nokkuð vita á því. Ég tel mig í öruggum höndum hérna, það ekki? Takk fyrir það. Jú, þessi bók þetta býsna merkileg og þú þarft að einbeita að lesa hana því að það er farið vítt yfir sviðið og þetta er eins konar svona stefnuskrá eða stefnufesta Attenborough eftir að hann hefur upplifað og séð margt á mjög langri ævi og hann fer eins og hann fer bæði yfir breytingar á lífríkinu og hann tengir það við loftslagsbreytingar og hann tengir þetta allt síðan saman við áhrif mannsins á náttúru og umhverfið og þetta er býsna vel gert og Magnús Þór Hafsteinsson sem þýðir gerir það vel, það eru fáir hnökrar á þýðingunni en mér finnst miðað við ýmsar bækur sem ég hef lesið íslenska þýðingar loftslagsmála þá er þessi þýðing hún er mjög góð og aðgengileg. Það er ekki vandalaust að þýða svona verka því að þarna er verið að fást við hugtök og í raun, þetta er orðræða sem er okkur Íslendingum ekkert svo töm að öllu leyti. Nei, maður er sjálfur oft á tíðum að leita að réttu íslensku orðunum, vill gjarnan setja hlutina fram á íslensku ef það er hægt til þess að umræðan líka hún komist, sé ekki eingöngu hjá fagfólkinu sem notar enskuna heldur að þessi mál séu líka rætt bara meðal fólk, það er mjög mikilvægt. Á mannamáli, eins og maður segir. David Attenborough, hann verður 100 ára 2026 á árinu. Það eru 5 ár síðan að þessi bók kom fyrst út. Þetta er maður sem hefur einstaka yfirsýn. Ég meina, hann er einn víðförlasti maður 20. aldar. Hann opnaði heim okkar fyrir náttúru undrum sem heimunum vissi bara henni ekkert af. Já, hann hefur bakgrunn í þessum fræðum og hann ferill hans býsna áhugaverður. Hann rekur hann í þessari bók og hann byrjar í raun og veru sem almennur sjónvarpsmaður hjá BBC og hann rekur BBC 2 í 10 ár, er sjónvarpsstjóri þeirra stöðvar og eitt af því sem þeir gera er það að fara við mjög frumstæðar aðstæður og taka náttúrulífsmyndir í fjarlægum heimsálfum, Afríku og Asíu, taka myndir af dýralífi sem að engir höfðu séð áður lifandi, má eiginlega segja á Vesturlöndum nema hafa farið á staðinn og hann verður svo heillaður af þessu, hann segir upp miðjan 7. áratuginn sem sjónvarpsstjóri til þess að helga kröftum sínum algjörlega að þessum náttúrulífsmyndum og gera síðan samning við BBC framleiðslu og gerð svona efnis og þetta eru þeir þættir sem við ólust uppið að horfa á ekki bara hér á Íslandi heldur öll Vesturlönd og BBC gerði, þetta væri raun og veru mikið kraftaverk að framleiða allt þetta efni við erfiðar aðstæður, svarthvítt tekið á filmu og það sem maður lýsir því þegar þeir þurfa að berjast í gegnum rakan frumskóginn og með allt á bakkinum á þess eiginlega að segja. Hann tekur þarna, leyfi ég mér að segja, rétta ákvörðun því að hann telst óumdeilt til áhrifamestu manna 20. aldarinnar. Það hefur aðra vikt þegar að hann skrifar þessi mál heldur en aðrir, ekki bara vegna þess að við vitum að býrið þekkingunni heldur út af þessari frægð sem að hann hefur skapað sér. Já, hann hefur til þess að verið vinsæll fyrirlesari, opnunarfyrirlesari á ýmsum sem varðar loftslagið, náttúruna og í raun og veru mannkyn í heild sinni og hann býra þeirri þekkingu og þeirri reynslu og hann getur rammað þetta allt saman inn og úr umhugsunum verður siðferðislegu boðskapur umgengni okkar og hvert við erum að fara hann bendir á það og það gerir það mjög snemma í bókinni að hann dregur fram sögu mannsins frá því að fyrst kom fram fyrir 200.000 árum, hann reyndar sleppir í raun og veru fyrstu 90% af sögumannsins en 200.000 ár er ekkert svo langur tími svona í jarðsögunni. Ég var bara að lesa í gærkvöldi á netinu þar sem að jarðsöguvinni voru að fjalla Snæfellsjökul
að Snæfellsjökull 800.000 ára gamall, þannig að hann er 4 sinnum eldri en saga mannsins getum við sagt sko. Og lengst af á þessari sögu, þá sögu mannkynsins, að þá var náttúran óblíð og athuganir, síðari tíma athuganir leiða í ljósa og Attenborough dregur það fram að fyrir svona 70.000 árum þá máttu engu muna að maður hreinlega dæi út sem dýrategund á jörðinni. Það voru miklu meiri sveiflur í veðurfari, það var almennt séð kaldara, það var erfiðar að finna vatn, það voru stærri þurrsvæði og í þessu sveiflukennda hitastígi þá skiptust á ísaldir og hlýskeið. Og þessi þróun mannsins var hæg eins og bent hefur verið á, en síðan sko fyrir lok síðustu ísaldar fyrir svona 12.000 árum síðan að þá má ég að segja það sko að loftslagið hefði fært okkur þennan stöðuleika sem þurfti fyrir manni til þess að þróast áfram sem lífvera. En á þeim tíma voru við enn sko veiðimenn og safnarar sko. En hann lýsir þessu tímabili sem þú nefnir þarna þessum loka kafla sem einhverju ótrúlegu jafnvægi skeiði. Hann einhvern veginn lýsir þessu það sem allt einhvern veginn nánast verkar í sátt og samlyndi. Já, sko þetta er það sem að nútíminn byrjar fyrir svona 12.000 árum síðan og stundum er kallað Hólósen og Magnús Þór þýðir bara beint sem Hólósen hefur líka verið kallað, eins og í jarðsögunum þetta er kallað nútími. Við heyrum það í tengslu við eldvirknina, öll raun sem hafa runnið eftir að ísaldarjökullinn hvarf, þau eru sögð renna á nútíma, hafa runnið á nútíma og þá í raun og veru kemur hérna mikill stöðuleiki þar sem að meðal hitastigið sveiflaðist minna en áður kannski 1 gráðu, eitthvað svoleiðis og koltvísýringurinn í lofthjúpnum hann hélst dálítið stöðugur og það eru ástæður fyrir því og sko við ísaldarlokin síðustu að þá áttu skólendi sem að uxu mjög ákveðið á meginlöndum Norður-Ameríku þátt í því að binda koltvísýringin. Við höfum þessi stór og miklu ískvel sem að voru að þróast og myndast og stækka á þessu tímabili bæði á norðurhveli og við norðurskautið og suðurskautið og þau verkuðu gagnvart að vaxandi hita eins og risastórir ískápar eins og hann dregur svo skemmtilega fram og tempruðu þannig hitastigið og Attenborough segir í raun og veru bara og dregur að fram að Hólósen skeiðið þessi síðustu 12.000 ár hafi verið okkar Edengarður. Og þetta er dálítið merkileg fullyrðing að segja það að þetta hefur verið, fyrir mannkyni hefur þetta verið sem sagt, hvað var að segja, þetta hefur verið dropið smjör af hverju strái og sko við höfum gengið á þessum tíma í gegnum öll þessi þróunarskeið sem hafa verið skoðuð, sko, hvað kallast þau, það er nýsteinöld og yfir í bronsöld og svo kemur landbúnaðarbyltingin, akuryrkja og húsdýrahald og svo áfram með járnöld sem er hér í kringum upp af okkar tímatals, myndum borga á fornöld og yfir í siglingatækni og svo framvegis sko. Það gerist í þessu jafnvægi skeiði? Í þessu jafnvægi sem að auðvitað og það sem gerist líka er það að frjósemi jókst og fólki fjölgar á jörðinni og það er mjög mikilvægt og Ísland fór í raun og veru ekki varhluta af þessum breytingum sko, þó svo að hér hafi engin, ekki svo við vitum hafi engin maður búið, mannkynni náðu ekki til Íslands á þessu Hólósen tímabili og við þekkjum það bara með ískjarnaransóknum að grafa undir öskulög og svo framvegis að það óx hér skógur fyrir 5-7.000 árum, það var hérna mikill birkiskógur, við tölum birkiskeiðið fyrra og hið síðara og hitastigið var svona 1,5 gráðu en það var síðar á miðbyggi þessa hlýskeiðs og við skulum átt okkur á því að þetta hlýskeið sko, sem að verður þarna eftir síðustu ísöld að sko, það er hlýrra á þessu tímabili vegna þess að afstaða sólar og jarðar er aðeins með öðrum hættin í dag þannig að sólarorkan sem að beindist á jörðin og sumrin hún var heldur meiri en seinna var og það er að því að þetta eru svo kallar þessi brautarþættir í jarðar umhverfu sólina því að brautin er ekki alveg hringur heldur hefur sporöskjulega og síðan möndulhallinn, hann er líka breytilegur, þetta eru þessir Milankovitch
þættir sem að hafa áhrif og sveiflast með 20.000 ára sveiflutíma. Og það er í þessu hitaskeiði sem að þessi skógar taka á sig mynd. Já, jöklarnir hér hverfa og á þessum tímabili þá er landið nánast jökulvana, menn halda það hefur verið jökull á Öræfajökli og kannski vatnajökli, Bárðarbungu og Krans í dyngjunni á Hofsjökli. Öðru leyti hafi jöklar nánast horfið. Síðan dregur hægt og rólega úr hitanum, hann lækkar heldur og jöklarnir taka að vaxa á ný fyrir 2.000–4.000 árum og í raun og veru þegar að komið fram yfir landnám að þá fáum við síðan þetta skeið sem að kallaðist litla ísöldin og kannski voru við á leiðinni hægfara inn í næsta ísaldarskeið í þessum langtímasveiflum og það má segja það að jöklarnir hafi síðan náð hér hámarki í útbreiðslu og stærð ekki fyrir meira en svona 150 ára getum við sagt. Þú talar þessar hitabreytingar. Eitt af því sem að maður heyri gagnrýnendur umræðunar loftslagsbreytingar nefna er það að það sé nú ekki trúverðugt að tala hitastigsbreytingar jafnvel niður á kommur 10.000 ár aftur í tíman. En það eru vísinda aðferðir til að vega og meta þessar hitasveiflur. Já, við sjáum á mynd sem ég gróf upp sem er svona bara mjög skematisk getum við sagt, hún er reyndar á ensku og þetta þýðan yfir á íslensku og hún sýnir þetta tímabil hennar nútíma frá því fyrir 12.000 árum síðan og líka áður fyrir þann tíma og ástæðan fyrir því að við þykjumst þekkja þetta nokkuð vel eru rannsóknir sem hafa verið gerðar áratugi, í raun og veru er veðurfar jarðarinnar fyrir nútíma mælinga frá fyrir 250 árum síðan þegar mann byrja að mæla hita og aðra veðurþætti 250–300 árum er í raun og veru eins og risastórt púsluspil og smám saman hafa bitarnir verið að falla saman í gegnum það sem við getum kallað veðurvitni. Það geta verið árhringjarannsóknir, það geta verið menn bora niður í gömul set og skoða þar lífverur og leifara lífverum sem eru háðar hitastigi. Það eru ískjarnarannsóknirnar sem að Íslendingar eins og Árný Erla Sveinbjörnsdóttir tók þátt í hér fyrir aldarfjórðungi eða svo, það sem að var borað ofan í yður Grænlandsjökuls og þar þekkja menn það að það eru pínulitlar loftbólur í ískjarnanum og þetta eru súrefnisamsætur og hlutfall þeirra sem er ólíkt eftir hitastigi þegar úrkoman fjall og þannig hafa menn með ólíkum rannsóknum hingað og þangað jörðina fellt stöðut fleiri og fleiri bita inn í þetta púsluspil og myndin er orðin nokkuð skýr á veðurfari jarðar allavega síðustu 800.000 árina meðan að síðustu 200.000 árina meðan frá því að maðurinn kom til og reyndar lengra aftur út í það er farið. Og nú segja menn og David Attenborough er í þeim hópi sannlega að aðgerðir eða umsvið mannkyns hafi farið svo vaxandi og séu orðin svo yfirþyrmandi að við séum með beinum hætt að breyta loftslaginu. Breyta loftslaginu og breyta líka bara jörðinni ef við byrjum bara bókinas fjallar eðlimálsins samkvæmt en þetta heitur líf á jörðinni okkar. Hann fjallar mikið lífríkið og áhrif mannsins á lífríkið í sjálfu sér. Það er kannski ekki beinlínis loftslagstengt heldur meira það hvernig við höfum umgengist. Hann heldur í fram og auðvitað ákveðinni svartsýni að það sé engin leið tilbaka og þá er hann fyrst og fremst að horfa á lífríkið. Ofveita fiskistofna eins og þennan sem að er horfin hennar stóra þorskstopp sem að hélt sig til undan Nýfundnalandið aldir og menn nýttu. Það eru hnignandi regnskógarnir sem við þekkjum og þeirra staðreyndar að dýralíf og þá einhverjum landspendýra á jörðinni sé á hverfanda hveli og hann setur þarna fram þá hrollvekjandi staðreynd sem maður hefur svo sem heyrt áður að við mennirnir þyngd okkar mannana ásamt búfénaði okkar sé 96% alls þunga dýralífs það er að segja spendýra á jörðinni og aðeins 4% er hjá villtum dýrum og inn í þeirri tölu eru líka stórhvelin inni eru hvalinnir og hann vitnar auðvitað líka bara í sína persónulegu reynslu af
dýrum sem að hann hefur heimsótt og komist í kynni við sem að eru einmitt á hverjanda kveli að hafa annarkvort bara horfið af yfirborði jarðar eða eru í stór hættu að því vegna þess að við göngum meira og meira á vistsvæði þessara dýra. Já, hann hefur reynslu og þekkingu af því þegar hann fór með tökuliðið sitt frá BBC í fyrsta sinn sko til Indónesíu og Nýju Gíneu inn í frumskógana þar einhvern tímann á 7. og 7. áratugnum að svo veröld allt önnur í dag, bara 40 árum seinna sko, búið að ryðja skógana og þessi búsvæði þessara dýra sem hann hefur verið duglegur að sýna okkur hvort sem það eru ísbirnir eða órangútaapar sko, að þau búsvæði eru eins og segi allt önnur og þeim fer hratt hnignandi eins og við vitum sko. Og hann auðvitað sko, hann er ekkit bjartsýnn, það er ekki bjartsýn í stónn í þessari bókum það að við séum að snúa betri veg og stöðut heyrum við fréttir af hnignandi til dæmis regnskógum bæði í Suður-Ameríku og eins líka á miðbaugsvæðum með því sem við köllum sko miðbaugsmeginlandi sem að mestu leyti Indónesía, Borneo og þar á þeim slóðum. En þetta annars vegar hinn sýnilegu áhrif af þessum vistsvæðum dýrana sem að hverfa og maðurinn að brjóta meira undir sig. Hitt þetta ósýnilega fyrirbæri koltvísýringurinn og kolefnislosunin úr iðrum jarðar, einkum í gegnum olíunotkun mannkynsins. Hún fer ekki þverrandi þessa dagana, menn dæla upp olíu sem aldrei fyrr. Já, það er eitt af því sko, en sko við ættum að ræða það aðeins á eftir. Mér langar samt sko áður af því að við erum að tala að David Attenborough sé svo svartsýnn, þá þetta aldrei skemmtilegt í bókinni. Hann byrjar á því að segja okkur frá heimsókn sinni á stað sem að líklega fáir Íslendingar hafa komið á og munu og hafa engar sérstakann áhuga að fara á þann stað, og það er borgin Pripyat í Úkraínu við hliðin á Tjernobyl. Og hann hrollvekjandi lýsing. En svo segir hann í lokinu og það svona vekur með manni vonur. Ég ætla að fá að lesa þetta smá kafla ef það er í lagi. Við tölum oft að bjarga heiminum, en sannleikurinn sá að við verðum að hefja þessar aðgerðir til að bjarga okkur sjálfum. Náttúran snúa aftur með okkar eða án. Sönnun þess þarf ekki að vera hrikalegri en að skoða það sem við sjáum í rústum Pripyat, fyrirmyndaborgarinnar sem fólk var að yfirgefa þegar kjarnakljúfurinn sprakk í Tjernobyl. Manni mætir mjög óvænt sýn þegar að gengið úr dimmum og tómum göngum, einnar af yfirgefnum íbúðablokkum þar. Nú voru bráðum liðin 40 ár síðan að brottflutningurinn átti sér stað, og á þeim tíma hefur skógurinn lagt borgina undir sig. Runnar eru búnir að brjóta steinsteipun og bergflétturnar hafa þrýst tígulsteinunum í sundur. Húsþök láta undan þingslum stöðut meiri gróðurs. Ungar aspir hafa sprengt sig upp gegnum yfirborð göngustígana. Húsagarðar, almenningsgarðar og breiðstræti eru nú í skugganum á laufkrónum eika, fura og hlína sem gnæfa yfir í 6-7 metra hæð. Undir þeim vex furðulegur undirskógur. Knattspyrnuvöllurinn sem var nýttur sem lendingastaða fyrir herþyrlurnar sem fluttu íbúa borgarinnar á brott 1986 nú þakinn runnum ungara trjáa. Náttúran hefur endurheimt sitt land. Og svæðið þar sem að borgin stendur á samt ónýta kjarnakljúfnum nú orðið griðland fyrir dýr sem eru sjaldséð annar staðar. Líffræðingar sett upp sjálfvirka myndavélar. Þeim hefur tekist að fanga á filmur stækkandi stofna af refum, elgjum, hjörtum, villisvínum, vísundum, skógarbjörnum og marðarhundum. Fyrir fáunum árum var nokkrum að hennum nær útdauða Przewski hestum sleppt lausum á þessum slóðum. Nú fjölgar þeim stöðugt. Meira að segja úlfar, öryggi fyrir byssukúlum veiðimanna hafa sést á svæðinu. Svo virðist en það skiptir litlu máli hvaða ódæði við höfum unnið. Náttúran fær að lagfæra það allt og ný ef hún fær bara tækifæri til þess. Við mennindi getum hins vegar ekki vænst þess að gera slíkt hið sama. Við höfum náð svo langt vegna þess að við erum gáfuðustu verur sem hafa nokkru sinni lifað á jörðinni, en það þarf meira en vit ef við eigum að halda áfram. Það krefst visku. Og það þessi viska sem maður staldrar við. Og það er einhvern veginn svo lærdómur sem að við eigum að draga af athefnum okkur eða athefnaleysi eða úrræðaleysi til dæmis í þessum loftslagsmálum. Hvernig getum við hægt að hægja á hraðri losun
eða uppsöfnun gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpnum. Menn að reyna það með ýmsum hætti, rafbíla þróun, það er verið að fanga kolefni og dæla því honni í jörðina, þar sem myndu göttunum, en eins og ég nefndi áður, menn dæla olíu úr iðrum jarðar sem aldrei fyrr. Það er ekkit lát á þessu. Attenborough kallar eftir því að menn hætti að horfa til vaxtar. Fátækt er viðvarandi vandamál auðvitað í fyrsta lagi í þriðja heiminum, en við erum líka kljást við fátækt hér og verðum að reyna að auka hagvöxt til þess að mæta fólki. Er þetta ekki bara tómt mál að tala um? Ég ætla nú kannski ekki að segja það sko, að þessi tómt mál að tala um sko, vegna þess að í sjálfu sér þá vitum við það að við getum ekki gengið endalaust í átt til vaxtar, sumir tengja þetta við mannfjöldan og vöxturinn hann hætta sjálfu sér ef að mannkyninu hætti að fjölga, en í raun og veru er hérna, getum við ekki sagt að málið sé svo, þetta mál sé það einfalt, en það er satt sko að í þessum kapítalíska hagkerfi sem við búum okkur til og flestir vilja ekki hverfa frá og að skiljanlegum ástæðum, að þá eru þetta sko hvati til þess að sækja ódýrustu orkuna sem við þurfum öll á að halda, og það er jarðefnaeldsneyti. Ég ætla að segja sko hvað, og segi stundum að hvern ætlum við að segja til dæmis Sádi-Örubum sem að geta nýtt sínar olíuauðlindir langt fram eftir næstu öld á það sem kostnaður við að sækja olíuna er brota því sem þeir fá fyrir hana. Hver ætlar að segja Sádi-Örubum eða þjóðum á Arabíuskaganum þarna á þessum slóðum að setja tappa í sína lindir, og meira segja sko í þróuðu ríkin svo í Noregi, það sem var verið að kjósa þessi mál bara núna í vikunni, að þá er umræðan það að menn eru hræddir að efnahagurinn fari að taka dýfu niður að þau vegna þess að norðmenn séu búin að ná hámarki í olíuvinnslu sinni sem að hófst 1970. Þeir eru enn að opna nýjar líka. Já, og það er til þess að halda við sko tekjunum, velmeguninni og hagvöxtunum. Maður skilur líka í raun og veru þessi sjónamið, en leið og við komumst á þann stað vegna tækniframfara, vegna breytts hugafars, og skulum ekki gleyma því að sko þjóðverjar sem tökum dæmi sem þjóðverjar, þeir hafa lagt mikið af mörgum, þeir hafa alltaf verið langt á undan sinni samtíð að horfa á þessa hluti fram í tíman, voru byrjaðir að flokka rusl og taka til í umhverju sína löngu og undan öllum öðrum. Þeir lokuðu kjarnorkuverum, ákvaða að loka kjarnorkuverum fyrir 10-15 ára síðan, og þeir eru líka konin langt í því að nýta endurnýjanlega orkugjafa eins og vind og sól, og ég var nú bara að segja frá því núna sko að aukningin á nýtingu sólarorkunar sem er bara frum orka sem getur nýtt er gríðarleg þessar mundir, og vöxturinn í því, og í sjálfu sér er ekkit ólíklegt að sólarorkan, hún er nú þegar farin að sýna það að hún er orðin ódýrari kostur heldur í jarðefnaeldsneyti, og á sérstaklega hlýjum svæðum eða svæðum það sem að sólarorku nýtur í ríkum mæli, getum meira að nýta hana hér, en ég er ekki alveg farin að sjá það að hún slái hagstæðri vatnsorkunni og jarðhitanum út sko, í raforkuframleiðslu, ekki allavega til að byrja með, en hún er ágætt með, og þegar að menn sjá það að þessi nýju orkugjafar eru orðnir ódýrari heldur en gömlu orkugjafarnir, þá geta hlutinni farið að hreyfast hratt. Og það er í raun og veru það kannski eitt að þið fáum sem vekur mann einhverja bjartsýni á þessum tímum. Hversu hratt getur það skeið? Nú segir Attenborough í þessari bók sem ég kom út núna fyrir hálfum áratug, við höfum á þeim tíma hans mati þess áratug til að snúa blaðinu við. Já, ég myndi segja það, við höfum eiginlega enn minni tíma. Myndinu sem við sáum áðan að þá er lína sem stefnir lóðbeint upp í svona jarðsögulegum tilviki, þar að segja hittin á jörðinni. Við erum komin í 1,5 gráðu yfir þetta sem er miðað við fyrir upp af iðnbyltingar, við getum sagt fyrir 150 árum, 1,5 gráða í línun, og hlutinni gerast mjög hratt núna, og þetta var í raun og veru þetta Parísarmarkmið sem er gerum áratugur síðan við settum okkur það, og við erum að sjá það renna út úr höndunum á okkur, og í sjálfu sér sko er staðan í þessu ekkert voðalega björt, og hinn vestrænum þjóðum gengur ekkert rosalega vel að draga úr heildarlosuninni, þó svo að það séu ákveðin svið
og ákveðni kímar þjóðlífsins og atvinnulífsins sem að ná ágætum árangri sko, að þá stefnir ferillin áfram upp með sama hraða og áður með sko innihald koltvísýrings í lofthjúpnum og við tökum þá mikilvæg gróðurhúsalofttegundum sérstaklega fyrir. En ef við höfum minna hálfan áratug og þú nefnir Sátana og Norðmennina og allar þessar þjóðir sem eftirsókn eftir auknum lífsgæðum, þá þetta búið. Já, í sjálfu sér er raun og veru fátt eftir og það er búið að sýna fram á það að ef að hlýnar hér 2,5 til 3 gráður þá verður lífsafkoma manna, hún verður miklu lakari heldur en áður, þurrsvæði verða enn þurrari, það verður erfiðara með matvæli, það verða gríðarlegir fólksflutningar af völdum þurrka, ómikilla hita og svo framvegis. En mun þá náttúran bara finna þetta jafnvægi sjálf? Mögulega, sumir segja það, ég svo sem ekki mikið inni í því og Attenborough bendir á það að ef að maðurinn hverfur á ákveðnum svæðum að þá tekur náttúran yfir, hún bjargar sér með einhverjum hætti. Ísland í þessu samhengi þú nefndir vatnsaflið, hann nefnir nú reyndar Ísland í samhengi 3 ríkja sem eru einhvern veginn sjálfbær frá jarðefnaeldsneytinu. Við sjáum sífellt fleiri rafbíla á götunum hér. Það verður það kannski bara flugflotinn og skipaflutningarnir eftir. Erum við ekki bara á grænni grein hvað þetta varðar? Við eigum að geta verið það sko. Ég rak augun einmitt í það þegar var verið að útlista það hvernig okkur hefði gengið á síðasta ári í að draga úr losun, að það var samdráttur í samgöngum á landi, það er að segja í bílaflotanum, en á sama tíma jógst sko útblástur meðal annars frá fiskimjölsverksmiðjum og það er eitthvað sem við eigum ekki að láta gerast, við eigum að eiga næga raforku til þess að knýja þær áfram í stað þess að nota olíu. Það er svona eitt dæmi þversögnina sko, hversu vel gengur að draga úr og svo það var hreinlega öfu orkuskipti á sér stað, útgerðin talar bara það. Já, og svo er vandamálið í þessu loftslagsbókhaldi sko, það er hvað í raun og veru landið sjálft, það er að segja jarðvegurinn, að hann er að losa og hvernig við getum hamið það með einhverjum hætti. Það eru stóra tölur og líka mikil óvissa. En sko ég man svo vel eftir því þegar ég var í námi fyrir löngu síðan við Háskólann í Oslo og þá tíðkaðist það enn að kenna heimspekilega forspjallavísindi. Það var svona á síðustu árum þess og ég satt í risastórum fyrirlestrasal örugglega með 1500 nemendum, það var svona háskólabíó, 2-falt háskólabíó og það var svona eldri maður sem var að kenna okkur Aristóteles. Þegar háskólarnir voru alvöru? Já, og heimspekikennari sem var að kenna okkur Aristóteles og ég man svo vel eftir því þegar hann sagði það sko, þið verðið að muna það að Aristóteles hann hélt því alltaf fram að maðurinn væri skynsemisvera, hann væri skynsemisvera og þetta situr í mér og ég held sko að við erum öll sko skynsem og við vitum og þekkjum þessa ógn sem er hérna inn í nálægri framtíð og við reynum að haga okkur að skynsemi. En sko hvert og eitt okkar sko getur voðalega lítið og okkar framlægja lítið í stóra samhenginu fyrir lofthjúpun sem við eigum öll sko og það er sko stjórnvöldin sem geta lagt ákveðna línur og stjórnvöldin í hverju landi fyrir sig og og loftslagsvandinn eru þetta sameiginlegt úrlausnarefni okkar allra og Ísland getur lagt miklu meiri lóð á vogaskálarnar heldur en bara því sem að nemur fólksfjöldanum hér eða þeirra lögsum sem við ráðum yfir sko, hvatamáli landsins og ég gerði það hér núna bara fyrir stuttu síðan að það var í samráðsgátt stjórnvalda þá var til skoðunar loftslagsfrumvarp sem að umhverfis- og loftslagsráðherra ætlar að leggja fram í vetur og er á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar og ég kom með nokkra punkta þar til lagfæringar eins og maður gerir sko og þar sett ég upp sko tölusett verkefni sem snúa að íslenskum stjórnvöldum. Ég ætla kannski að fara hérna aðeins yfir þau ef það er í lagi
Og í fyrsta lagi, og ég held að það sé mikilvirkast aðgerðin, að það að taka virkan þátt í alþjóðlegu samtali og samstarfi sem miðar aðgerðum til þess að stemma stigu við losun gróðurhúsalofttegunda. Og ég benti þarna á sko að í þessu frumvarpi að þetta málaflokkur sem algjörlega komið til umhverfisráðuneytisins, en í utanríkisráðuneytinu sem að koma af samningaviðræðunum til dæmis í Kyoto og miklu lengur, þar situr mjög hæft samningafólk. Ég ekki að segja að það sé ekki hæft líka í umhverfisráðuneytinu, en þar fólk vant því að fást við alþjóðlega samninga, og ég vil að þetta verkefni, þetta svo risastóra verkefni, sé sameiginlegt mál umhverfis- og utanríkisráðuneytisins. Ég held að það sé algjör forsenda. Og þar höfum við átt samningamann, áttum hérna eins og Halldór Þorgeirsson, sem að satt við borðið með stórþjóðunum. En þessi samtöl og þessi samningar og COP-ráðstefnurnar og öll þessi fyrirhöfn, hún hefur engu skil. Nei, þetta líka bara orðið sjó á síðust árum sem að fullt af fólki mætir á en 20.000. Já, en hafa litlu skilað eftir París 2015 og og alþjóðasamfélagið með Sameinuðu þjóðir bortið fylkinga verið að taka þetta upp með einhverjum öðrum hætti, og það eitt af því sem að við gætum kannski skilað inn í þessu umræðu. Og svo í annan stað að þá það verkefni stjórnvalda að standa við skuldbindingar okkar minnkandi losun og sjá til þess með aðgerðaráætlun í loftslagsmálum og að við þar verið staðið, og það það sem umfjöllunarefnið í loftslagsmálum, hér hvort að það fari í þessa aðgerð eða hina aðgerð, hvernig okkur gengur og svo framvegis. Ég vil helst ekki vera að blanda mig mikið í þá umræðu, og ég hef bara þá trú að stjórnvöld sé að gera sitt besta, þó sem ég finnst oft aðgerðirnar að vera of margar og menn mætti kannski tala skýrara máli í þeim efnum. Og í þriðja lagi að sjá til þess að það sé fært trúverðugt losunarbókhald og að því sé beitt sem stjórntæki átt að settu markmiðum, og ég held að sumir vilja meina það að losunarbókhaldi sé ekki nógu gott, en ég held að menn hafi lagt alltaf vinnu í það, og það klárlega verkefni stjórnvalda sem þá mælikvarðið sem segir þá hvar við stöndum og hvort okkur hafi eitthvað miðað í því sem við ætlum okkur að gera. Og svo í fjórða lagi að við hér sem erum hér á mörkum merkilegra hafstrauma og mótum heimskautalofts og atlasafsloft sem kemur úr suðri sem inniheldur raka og hita, að við stöndum fyrir fjölþættum mælingum og vöktum og breytingum í umhverfi landsins. Erum við ekki að því? Til þess að öðlast aukna vissu loftslagsbreytingar. Ég á því að við gætum staðið okkur miklu betur í þessum efnum, og við eigum auðvitað mjög mikilvægar og góðar hitaserjur, hitaræðir sem en þekking okkar á þessum breytingum og sjónum mætti vera betri, og við mættum stunda betri mælingar. Ég hef stundum bent á það að við höfum fylgst með sjávarhita í Grímsey, höfninni Grímsey, og í Grímsey alveg frá því í lok 19. aldar, og það til mjög góð röð af sjávarhita þar. En núna mælirinn bilaður búin að vera það í 2 ár, og þetta mjög ódýrar mælingar. Það svona, ég held að menn sinnið þess ekki nógu mikil alvöru, og menn þurfi að setjast betur neður og segja hvað mikilvægt í þessum tilgangi. Og hver ber ákvæða þessum mæli? Já, það Hafró sem með það núna, Hafrósunarstofnun. Og akkur lagar þetta mæli? Og þeir vita alveg óánægju minni með þetta, ég bara veit það ekki, akkur þeir laga þetta ekki. Hvað kostar að laga þetta? Þeir halda úti Hafrósunarskipum sem rándýr, en þessar mælingar að þær þetta einhverju þúsundgallar, eða 20.000 eitthvað svo leiðis. Og við tökum þátt í fjölþjóðlegum verkefnum. Það eitt til dæmis mælakerfi sem kallast Argos. Það eru mælar sem eru í hafdjúpunum, fara upp og niður og mæla hita og seltu og strauma. Og það maður skoðar bara kort af Argos-mælingum, og þá eru bara mjög fáar slíkar hér við land, og það að því við tökum ekki þátt í þessu verkefni. Ég held að það eigi sér skýringar sem ég ætla ekki að fara út í hér. En síðan þurfum við líka bara í þessum samfarum leið, og við eigum til betri gagnaræði sem getur lagt inn í þetta alþjóðlega rannsóknarumhverfi, að þá verðum við að bæta vísindalega þekking og áhrif loftslagsbreytinga í samhengi við íslenskt samfélag og náttúru. Hverjar eru afleiðingarnar hér fyrir okkur og við hverjum að búast. Við þekkjum það ágætlega að hiti getur hækkað. Við þekkjum það að við það þá rýrna jöklarnir. Við vitum það líka að sjávarhiti mun hækka, og það mun hafa
áhrif á tegundaflutninga, tegundasamsetningu í veiðum. Þetta er svona... Það er farið að gera nú þegar. Já, já, við erum farið að gera það nú þegar, getum við sagt, sko, og við þekkjum það líka hver áhrif er á minkandi hafís og það eru svona þættir. En hins vegar erum við með minni vissu það, sko, hvaða áhrif loftslagsbreytingar hafa til dæmis á og bráðnun Grænlandsjökuls á hækkun sjávarborðs. Það er flókið, við erum svo nálægt Grænlandi að Grænland hefur hér þyngdar áhrif á sjóinn. Hvaða áhrif hefur hlýnun á ýmsa lífríkisþætti, hvar er þáttur mannsins þar inni, sko, við okkur hættir nefnilega til að kenna loftslagsbreytingum alla mögulega þætti. Lundastofninn, hann á í erfiðleikum með Vestmannaeyjum og mér er mjög flóttir að segja að það séu loftslagsbreytingar. Og við höfum annað dæmi, gróðurþekja og birkiskógar, þeir vaksa mjög og auka útbreiðslu sína mjög hratt núna eftir að tóka hlýnaði veðri fyrir 20-25 árum síðan, markvert hér á landi, en á sama tíma hefur beit líka minnkað. Hver eru áhrif loftslagsins á birkiskógarna sem eru að vaksa, hver eru áhrif beitar sem er þá mannleg athöfn og svo framvegis. Þannig að við verðum í raun og veru líka þegar við erum að tala um áhrif loftslagsbreytinga, þá verðum við að vera nokkuð viss í okkar sök og vera ákveðnir, við verum að sýna ákveðna efahyggju og leyfa okkur að efast. Fell ekki allt undir þetta? Nei, til dæmis að fellur skriða í miklum rigningum einhver staðar og menn rópa, þetta eru loftslagsbreytingar, í stað þess að horfa til þess að breytileiki íslenskara náttúru hefur í gegnum aldirnar sýnt það að það getur rignt mikið og það geta hafa áður fallið skriður, sko. En ef að tíðnin fer að aukast eða við getum tengt á eðlisfræðilegan hátt að það er einhverja breytingar í umhverfinu sem má rekja til loftslagsbreytinga sem að veldur því að það sé hættara við að skriður falli og þá eru á réttir leið. Við erum með alla þessa hreinu orku, vatnsaflið og jarðvarmann og hvað getum við gert öðruvísi en að það einmitt komi niður þá lífsgæðum okkar með? Erum við þá bara að gera eins og Ásgeir Jónsson út af verðbókun að biðja fólk að fara sjaldnar til Tenerife eða í hverju birtist þetta? Sko í raun og veru þá við höfum skrifandi skuldbindningar sem og þar eru dregnar fram í dagsljósið aðgerðir sem eru í raun og veru mjög harkalegar með við tímann sem við höfum, sko. Samdrátt og kolefnishlutleysi og allt þetta. Í raun og veru þá ég þeirra skoðunar að við getum náð þessu án þess að það sé dregið mjög verulega lífsgæði, með þetta getur gerst á einhverjum sviðum að við verðum að gera það. En ef við værum aðeins einbeittari í þessu verkefni og hugsuðum það dagsdaglega, og þá ég líka að tala atvinnulífið og stjórnvöld, þá held ég að okkur gæti miðað áleiðis hraðar en við gerum í dag. En menn hafa sett markið mjög hátt og kannski það og var það aldrei almennilega raunhæft, ég veit ekki það. Atteborg nefnir Ísland, Albaníu og Paragvæ, þessi afskaplega ólíku ríki og segir þetta eru sennilega einu ríki sem að framleiða alla sinna raforku án aðkomu jarðefnaeldsneytis. Já, 99% hér. Eru okkar færi til að gera breytingar, stórar kerfisbreytingar eru miklu minni heldur en þjóða sem að stóla mikið á gas. Þú nefndir Þýskaland, Angelu Merkel sem að lokaði kjarnorkuverum, en það kallaði á stóreflis flutning á gasi meðal annars frá Rússlandi. Frá Rússlandi, já, akkurat. Og að gera það, en á móti kemur það að Þjóðverjar hafa stutt við sólar- og vindorku og ekki síst sólarorkun á síðustu árum sem að taka við, og þar eru einstaka litlir framleiðendur, verslunareigendur, búrekstur, þeir eru að vera sjálfbærir orku. Og akkurat þetta bara að verða svo stórt að gasið fyrir að skipta minna máli í heildarlosunin eða heildarsummunni, sko. Þannig að Þjóðverjar að fara niður og saman þetta við sjáum að Bretar að ná ægilega góðum árangri, sérstaklega síðustu 100 árin, af því að þeir brendu svo mikið af kolum sérstaklega fyrir hluta 20. aldarinnar. Og síðan uppgötvuðu þeir olíulundir, að fundu olíulundir í Norðursjónu, þær eru uppurnar og ferlarnir og þeim eru allir á niðurleið vegna þess að þeir eru að taka í notkun endurnýjanlega orkugjafa í staðinn með alveg ágætis árangri. Og við getum ýmislegt lært af Bretum, kannski ekki, við erum ekki að fara á jarðefnaeldsneyti, við erum löngu komin í gegnum það skeið, því lauk fyrir 50 árum síðan,
en við getum lært af Bretum kannski hvernig þeir nálgast verkefnið og hvernig þeir gera áætlanir. Þú ert ekki úrkula vonar? Nei, ég er ekki sérlega bjartsýn heldur. Það er spurning gott að við endum ekki þetta spjalla á þessum óræðu nótum. Einar, þakka þér kærlega fyrir að ég stinga nefnum með mér ofan í þessa áhugaverðu bók David Attenborough. Það er enn ástæði til að hvetja fólk til að lesa hana þó að hún sé ekki lengur efni bókaklúbsins. Við erum þennan mánuðin að fást við allt annars konar bók, Hagfræði í hnotskurn, sem að fjallar einmitt hagfræðina og hún reyndar spilar inn í umræðuna loftslagsbreytingar. Já, ég hef gluggaði hana. Hún er áhugaverð. Takk fyrir að fá að koma og útskýra loftslagsbreytingar. Það er alltaf mikilvægt að fjalla þessi mál og reyna að gera það út frá staðreyndum en ekki að hræða fólk. Einmitt. Ég vona okkur hafi tekist að forðast það í svona að mestu leyti hér. Haldi. Takk fyrir komin. Takk.